Birgisdóttir prófessor í næringarfræði við Matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands. Að loknu grunnnámi í næringarfræði frá Háskólanum í Stokkhólmi og Karolinska hélt hún áfram námi í klínískri næringarfræði við Háskólann í Gautaborg. Eftir doktorspróf í næringarfræði frá Raunvísindadeild Háskóla Íslands 2002 var hún áfram við rannsóknir við HÍ og síðan norsku lýðheilsustofnunina í Oslo til ársins 2013. Bryndís Eva hefur eftir heimkomu meðal annars kennt lýðheilsu næringarfræði þar sem áhersla á næringu, fæðuöryggi og sjálfbærni fæðukerfa á alþjóðlegum nótum. Stefán Jón Hafstein sendiherra Íslands hjá World Food Programme og FAO í Róm og hann á að baki feril við þróunarsamvinnustörf í 3 ríkjum Afríku og hjá Þróunarsamvinnustofnun sem nú orðinn hluti af utanríkisráðuneytinu. Stefán Jón starfaði í Namibíu, Malaví og Uganda og hefur því kynnst Matvælastofnuninni á vettvangi, auk þess sem hann hefur nú verið í hlutverki sem erindreki Íslands í höfuðstöðvunum í nærri 3 ár. Stefán Jón með MA-gráðu í boðskeytafræðum frá University of Pennsylvania og með diplómapróf frá HÍ í þróunarfræðum, auk þess sem hann hefur tekið fjölda stakra námskeiða í greinum tengdum þróunarsamvinnu hjá Harvard, MIT og Oxford, svo nokkuð sé nefnt. Og ég vil bara biðja Bryndísi að hefja mál sitt. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og takk fyrir þetta boð og þetta frábæra framlag að fjalla Nóbelsverðlaunin öllsömul. Þegar stjórn Vísindafélagsins kom að máli við mig að halda þetta erindi þá var ég staðráðin í að hafa samband við sendiherrann í Róm tímanlega en tíminn hljóp frá mér og ég hafði samband síðastliðinn þriðjudag við hann Stefán og ég þau virkilega ánægð að hann sá sér fært að hliðra til enda sá sem sinnir hvað mest þessum samskiptum við stofnunina frá degi til dags af okkur Íslendingum. Og hann þá tekur við eftir mér að segja frá helstu verkefnum og hvernig Íslendingar tengjast starfseminni. Ég ætla hins vegar aðeins bara að byrja á stiklu stóru svona fræðilega þáttinn þegar kemur að hungri í heiminum og skilgreiningum og öðru þessu og hvert stefnir. Þegar að þetta var tilkynnt og norska Nóbelsverðlaunin veitti Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna, þá var það meðal annars fyrir viðleitni sína í baráttunni gegn hungri og rökstuddi það einnig fyrir framlag sitt til að skapa skilyrði fyrir friði á átakasvæðum og fyrir að vera hreyfiafl í vinnu gegn notkun hungurs sem vopn í stríði og átökum. Og maður sér þarna strax hvernig tengingin við frið sterk og eitthvað sem við veltum ekki alltaf fyrir okkur á hverjum degi en allir þeir sem vinna í alþjóðastarfi þekkja svo vel. Og þetta nú svo sem bara myndir af heimasíðunni. Ég hins vegar þar sem ég búi í Oslo þá veit ég hvað friðarverðlaunin eru líka stór þáttur af hvað segir maður, svona norskri menningu og það mikil vinna og mikil hugsun og miklar umræður sem fara af stað á hverju ári þegar kemur að friðarverðlaununum og í nokkur ár hefur Matvælastofnunin verið nefnd. En það að hún skuli nú hafa hlotið þessi verðlaun stórkostlegt vegna þess að verðlaunin varpa náttúrulega ljósi á svo margt og þau varpa ljósi á mikilvægi næringar sem grunn að góðri og andlegri, líkamlegri og andlegri heilsu okkar allra. Þau varpa líka ljósi á það hvernig næringarástand heimsins samofið sjálfbærum fæðukerfum og einmitt að fæðuöryggi hvað það á stóra þátt í að skapa frið í heiminum. Og þið sem haldið þá náttúrulega að heimurinn snúist peninga, það er náttúrulega ekki þannig heimurinn snýst mat. Og kannski það að hungur í heiminum á árinu 2020 að einhverju leyti svona óásættanlegt þegar nóg til af mat í heiminum og þetta spurning að hvað við gerum og þar hefur náttúrulega Matvælastofnunin verið ofsalega hefur haft ofsalega mikil og góð áhrif. Þetta nú kannski myndin sem við sjáum oftast því miður.
hérna í dagblöðum og útvarpi og það hvernig hérna þegar að hlutirnir eru sem allra vestir og núna í Jemen til dæmis. En hins vegar hefur hérna hungur og hungursneyðir allan heim verið langa hríð hrjáð okkur og þó að vel hafi tekist til á síðustu árum og þá ennþá skelfilegt ástand á mörgum svæðum. En það að við getum gert meira, það er alveg ljóst og mun öllum vera ljóst í lok þessa erindis. En það sem Matvælastofnun gerir meðal annars að birta á hverju ári það sem kalla Hunger Map og þar sem sagt hlutfall þeirra sem eru vannærður af heildarpopúlasjón í hverju landi og þið sjáu þarna neðst þessi mismunandi fjöldi og þar sem að rauðu löndin eru þar sem mest. Það hefur ofsalega mikið áunnist en samt þetta 690 milljónir manna á hverjum degi það sem þau kalla að fara svangir að sofa pluss að það eru 135 milljónir sem búa við mikinn skort eða akút sem sagt við hungursneyð getum við kallað það á íslensku. En ef við bara hugsum aðeins hvað er hungur, auðvitað það þessi tilfinning að finna fyrir svengd og það að þjást af hungri, það náttúrulega þeir sem í langan tíma geta ekki borðað nægan mat til að fullnægja bara grunn næringarefna þarfir. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem þið sjáið þarna í vinstra horninu að þau náttúrulega taka þessu að einhverju leyti með þessu markmiði 2, ekkert hungur, ná fram fæðuöryggi, bæta næringu og stuðla sjálfbærum landbúnaði. Og á hverju ári eru gefnar út skýrslur stöðuna í mismunandi löndum þar sem að í flestum löndum þar sem friður ríkir þróunin í rétta átt en á mörgum stöðum ekki. Og með COVID verður þetta í raun verra á svo margan hátt í þá líka missa margar fjölskyldur möguleikann á að afla sér tekna til þess að kaupa mat. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að horfa á og þess vegna verður þessi verðlaun ennþá mikilvægari til að varpa ljósi á þetta. Bara sem grundvallar mannréttindi að rétturinn til fullnægjandi næringar eða matvæla sem styðja við heilsu að það hluti af bara mannréttindum sem var fyrst formlega viðurkennt í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna 48 sem hluti af réttindum til mannsæmandi lífskjörs. Síðan hefur þetta þróast og hefur orðið að hver og einn á líka rétt á svona kúltúrelt mat sem að hentar þeim og þeirra kúltúr og þetta hefur þróast í gegnum tíðina með við þjóðerni, félagslegan uppruna, með við trú jafnvel. Nokkrum árum, sem sagt, hvað ætlaði að verið, í kringum 70-80 var til eitthvað sem heitir Special Rapporteur sem heitir umboðsmaður réttindi fullnægjandi fæðu hjá Sameinuðu þjóðunum og þá komu fleiri orð inn, gæða matvæli, að það sé fylgt menningarhefðum, þetta með líkamlega og andlega heilsu og líf án reisn án ótta og þar kemur þessi tenging kannski við frið og stríð. Það sérstaklega fjallað þetta virðinguna sem felst í því að eiga til hnífs og skeiðar, ef við getum sagt það þannig. Flestir hafa samt kannski oftar talað fæðuöryggi sem sagt hefur verið skilgreint á ýmsa vegu en kannski hér ein þeirra sem FAO að fæðuöryggi sé til staðar þegar allir á öllum tímum hafi aðgang að nægum, öruggum og næringaríkum mat, hvort heldur að horft sé til líkamlegs, félagslegs eða efnahagslegar stöðu einstaklings, mat sem fullnægir óskir, þörfum og byggir undir virkni og vellíðan. Og við getum horft til erlendis og sagt á þetta alltaf við þar, en við getum líka horft hingað heim og sagt á þetta alltaf við hér. Og það held ég við megum alveg gera oftar líka.
Í raun bara sem skilgreiningar, því þetta það skilgreining sem notaðar af þessum alþjóðlegu stofnunum, að þegar maður talar malnutrition eða lélegt næringarástandi, þá það mataræði sem sagt þar sem ýmist skortir eða eitthvað í of miklu magni. Þannig að lélegt næringarástand í raun svona það eru tveir mismunandi þættir, að mann vantar eitthvað eða maður fá mikið af einhverju. Og þar þá vannæringin skilgreind sem skortur á orku eða próteinum eða öðrum næringarefnum, til dæmis vannæring sem skortur á orku eða vannæring sem ekki skortur á orku heldur próteinum lýsist sér algjörlega á tvo mismunandi vegu, þannig að það krefst tveggja mismunandi aðgerða að fást við svæði þar sem skorturinn orku eða próteinum. Aðeins sem bara matur og skortnum skammti eða lélegum gæðum, þar sem það getur aukið líka tíðni sýkinga og krónískra sjúkdóma, og ég útskýri þessi tvö á næstu glæri, wasting og stunting. En svo á móti þessi ofnæring og ofmikið af orku til að meira en við þurfum á að halda, og sem getur leitt til truflana á efnaskiptum, og svo líka ofneysla á næringarefnum, sem nú kannski þessi nútíma fæðubóta veisla sem í boði í þá öðrum ríkjum en þessi vannæring ríkir. En þó getur við sagt að stundum það þannig að vannæring og ofnæring getur verið til staðar hjá sama fólki í sama landi, sömu hverfum og svo framvegis. Það sem þetta snýr nú oft að börnum, að þá mjög mikilvægt að skilgreina þennan mun á wasting og stunting, að þetta mælikvarði á lélega næringu og getur aukið sýkingarhættu og ónæmiskerfið okkar. Sko það ónæmiskerfið og næring alveg svona hangir ofsalega skýrt saman þegar maður horfir á þessar rannsóknir. Wasting getur maður að kalla þá vannæring til skemmri tíma, þar sem maður getur verið svo mikil vannæring að það leiðir til dauða og mikillar örkumlunar. En stunting hefur farið aðeins undir radarinn, þar sem vannæring til lengri tíma, sem hefur verulega áhrif á vöxt barna. En þá hefur alltaf verið horft svona til, já, þetta áhrif á vöxt barna, þau vaksa hægar, þau minni, þau orðin fullorðin. En í raun kemur í ljós alltaf betur og betur, það hefur náttúrulega líka heilmikil áhrif á andlega færni, hvernig þau gengur í skóla, hvaða möguleika þau hafa til þess að skapa sér atvinnu og líka á frjósemi og annað. Þannig að þessi hlutur sem hefur svolítið fór lengi undir radarinn hefur verið dreginn fram á síðustu árum sem eitthvað sem þurfa að horfa verulega vel til á kannski fleiri svæðum en maður var að horfa til áður. Og síðan bara næringarefni, að þá á mismunandi svæðum í heiminum algengustu skorteinkennin efni sem skorti það eins og A-vítamín og jóð, sink líka og blóðleysi vegna járnskorts. Þið sjáum að það jafn útbreitt í Evrópu eins og á annars staðar í heiminum. Þannig að vinstra megin þá mismunandi bara svæði í heiminum og svo Evrópa þarna neðst þar sem að vissulega skortir minnst, en þið sjáið samt af orku og þeim efnum, orkuefnum, en þið sjáið að jóðskortur til dæmis útbreiddur og hann getur haft verulega neikvæð áhrif. Oft brugðist við ef það ofsalega mikill skortur, þá kemur einhverju bregst við, en svona þessi undirliggjandi aðeins undir radarnum, þar eigum við oft langt í land þó að mikið sé gert á sumum stöðum. Hér langaði mig ekki til að fara í gegn, mér langaði að draga athygli ykkar að þessari tölu þarna neðst til hægri sem 44,7. Þetta þættir, bara samtalsþættir sem snúa að næringu í heiminum, það að fæðast og lítill, fá ekki brjóstagjöf, þeim fungu ekki, það þessi sem of léttir og vaksa hægar og ýmiss konar næringarefna skortur, að 44,7% af dauðsföllum barna undir 5 ára kemur til vegna þessa. Þannig að næring ennþá eitthvað sem við þurfum ofsalega mikið að horfa til þegar kemur að hlutum sem skipta máli í heiminum. Enda kannski má segja misskipt, þetta nú frá honum Peter Menzel þessar, en ef maður í flóttamannabúðum eða býr í Noregi, að hann fór allan heiminn og tók myndir víðsvegar heiminn, en þá má kannski sjá að gæðum heimsins að sjálfsögðu eins og við vitum misskipt. Þessi tvöföld byrði næringarástands, double burden of malnutrition, hefur á síðustu 5 árum orðið svona það sem verið að horfa til vegna þess að
þetta eitthvað sem að gerast í öllum löndum. Leið og þú hefur áhrif á næringu og það verða fleiri sem eru minna hungraðir, að þá færðu líka fleiri þá fara fleiri þættir í gang. Þannig að við erum alltaf að reyna að finna þetta jafnvægi. Og þetta getur verið innan bara sama einstaklings eða bara á heimilinu eða bara í sömu löndunum. Það hefur verið venjan á að horfa alltaf á börnin og börnin þau sem ná ekki að fá næga orku, þeim hefur fækkað. Þið sjáu þarna á árunum frá 1990 vinstra megin til 2014 að það fækkar fjölda barna sem ekki að fá nægilegt, ná ekki að fullnægja næringarefna þörfinni sinni. En á sama skapi að þá fjölga börnum undir 5 ára sem eru þá skilgreind og þung. Þannig að og líka, þetta líka við öll næringarefni, þannig að næringarástand svo miklu stærra en þetta. Næringarástand líka næringarefnin, vítaminin, D-vítaminið getum við nú talað núna á þessum síðustu verstu tímum. En þannig að það talið að ýmsar tegundir vannæringar hafi neikvæð áhrif á líf jafnvel 2 af hverjum 3 einstaklingum á hverjum degi. Reglulega eru gefnar út skýrslur og frá 2015 hafa helstu stofnanir, FAO og fleiri, Alþjóðabankinn og fleiri tekið sér saman að reyna að taka þessar tölur saman. Áður voru það svolítið dreifðar og gefið út skýrslur og þá verður alltaf betur og betur ljóst að þessi að bara status á vannæringu í heiminum að einhver leyti óásættanlegur og spurning hvað við getum gert. Og Matvælastofnun hefur það náttúrulega dregið vagninn fyrir okkur. Þannig að í raun má segja að hvert einasta land í heiminum að einhverju leyti lélegt næringarástand að einhverju leyti á öllum stöðum. Síðan getum við þá kannski sagt hengist þetta mjög sterkum böndum þessum áhrifum og loftslagsmálum og áhrifum sem að matvælaframleiðsla hefur á umhverfið og auðvitað erum við alltaf að reyna í heildina fyrir okkur öll að hið góða líf geta átt sér stað innan takmarka náttúrunnar og þar hafa verið gefnar út á síðustu árum og gerðar stórar rannsóknir og þá frægar skýrslur eins og það sem heitir Eat Lancet skýrslan, þannig að Flexitarian skýrslan og okkar ráðleggingur á aðrar sem að reyna að beina neyslunni í þá átt að það sé hægt að við getum öll lifað innan marka náttúrunnar og þá hefur orðið til þessi skilgreiningar þar sem við segjum við getum ekki unnið með næringu einhvers staðar út í horni og einhvers staðar annars staðar einhver að framleiða eitthvað og á 3. staðnum verið að búa eitthvað nýtt til tæknilegan mat eða hvað það nú á 4. staðnum eru heilbrigðis yfirvöld með einhvern allt aðrar áherslur en á næringu þannig að þá hefur verið reynt að horfa á þetta í heildina og ég ætla að minnast á það að þarna vantar fiskiðnaðinn þannig að þið getið sett fisk ofan á kúna á miðri myndinni. En að horfa á heildina, að horfa á þessi líffræðilegu kerfi, að horfa á efnahagskerfin, að horfa á heilbrigði, að horfa á pólitíska kerfið, að horfa á félagslega kerfi og inn í þá hinu stóra heila sem sjálfbærnin og heimsmarkmiðin og að við svolítið förum meiri kerfishugsun til framtíðar heldur en að vera í sílóum og það endurspeglast náttúrulega í áherslum líka það sem meira áhersla lögð á sjálfbærni og að fæðu öryggi núna meira tengt fjölbreytileika og ekosystems lífkerfum í raun og veru. Og við kannski þurfum svolítið að hugsa í skólakerfinu líka, við séum alla vegu og kanta að hvað hinn stóra heila mynd og hvar ég að vinna í stóru myndinni, þannig að það sé ekki alltaf þessar togstreitur.
Og þar kemur matvælastefna í öllum löndum mjög sterkt inn og sem betur fer erum við að eignast okkar matvælastefnu hér á Íslandi, væntanlega með haustinu, hún hefur ekki verið til. En það hefur þó verið sagt að matvælastefnur sem eru gerðar í sílóum, þar sem hvert ráðuneyti og undirstofnanir tala ekki við hvert annað, heilbrigðis- og velferðarráðuneyti, landbúnaðar, sjávarútvegs, umhverfis, jafnvel utanríkis með það sem eru gerðir svona trade agreements, fjármála, samgöngu, bara þetta hafi alltaf verið unnið í sitthvoru ráðuneyti ein ástæða lélegs næringarástands í heiminum og áhrifaþáttur þegar kemur að fjölda langvinnra sjúkdóma sem fólk glímir við. Og svo önnur afleiðing það ástand í umhverfismálum sem við sjáum. Heimsmarkmiðin, það náttúrulega matur skiptir máli fyrir heimsmarkmið 2, ekkert hungur. En í raun snertir matur á öllum heimsmarkmiðunum og það eru Sameinuðu þjóðirnar vel meðvitaðar Til dæmis erfitt að kenna svöngu barn að lesa. Það snertir stríð og frið, það snertir líf á landi og líf í sjó og allskyns og heilsuna náttúrulega líka. Þannig að í raun getum við sagt að matur og næring snerti öll heimsmarkmiðin á einn eða annan hátt og þess vegna líka núna áratugur næringar hjá Sameinuðu þjóðunum þar sem að fæðuöryggi eitt af aðal áherslu málunum. Og mér fannst eiginlega bara setningin þarna það bæði sýnir þessi glæra hvað hið stóra heila að það eru bara 2 billjón, 2 milljarðar þar sem skortur á A-vítamíni og járni. Það svona einfalt hlutir að manni myndi finnast en á við heima á Íslandi líka, sérstaklega járn. Og svo þetta að bara gera gott næringarástand að alheims, eitthvað sem við öll sækjumst eftir. Horfa heim, til dæmis segir FAO, hvert einasta land í heiminum á að skilgreina hversu margir eru hungraðir og fátækir og fá ekki fullnægjandi næringu. Við föllum bara á allri 1 í þessu. Svo finnst mér líka eitt sem að þeir leggja svo mikla áherslu á sem Matvælastofnunin sem food waste, að það eitthvað sem við getum virkilega gert og það eru mjög skemmtilegar fullt af skemmtilegum hlutum inn á heimasíðunni þeirra en það hvernig við getum þó gert eitthvað með því að reyna að draga úr fæðusóun. Að það sé eitthvað sem við getum virkilega lagt eitthvað á vogar skálarnar og fara svona út úr okkar comfort zone. Því að það ekki þar sem the magic happens eins og einhver innanhús sagði árið. Og það endaði bara þessari að þetta þarna miðja food is everything we are. Þetta sagan þín, þetta héraðið þitt, svæðið þitt, hvaðan sem þú kemur, þetta amma þín. Matur tilfinningar get ég líka sagt á svo margan og mismunandi hátt fyrir okkur öll. Og með þeim orðum ætlaði ég nú bara að biðja þig Stefán, að taka við. Já, þakka þér fyrir Bryndís. Þetta var mjög áhugavert og þú ert algjörlega í fararbroddi í umræðunni sem ég vitni daglega. Þú ert með fingurinn á púlsinum, hvað allt þetta varðar. Það eru 3 stofnanir Sameinuðu þjóðanna hér í Róm sem að varða matvæli. Það matvælaáætlunin, World Food Program, sem svona neyðar- og mannúðarstofnunin sem fékk Nóbelinn. Og svo eins og hér hefur komið fram FAO sem matvæla- og landbúnaðarstofnunin, hún hérna líka og síðan 3. stofnunin sem hér nærri þekkt, það IFAD, það lánasjóður til landbúnaðarverkefna í fátækum löndum. World Food Program, matvælaáætlunin stærsta mannúðarstofnun heims og hefur mest umleikis af öllum sem sinna neyðar- og mannúðarmálum. Fjárframlög síðasta árs fjárveitingin var $8 milljarðar og World Food Program starfar í 80 löndum, nær til 100 milljóna manna með matvæla aðstoð og hefur 20.000 starfsmenn. Framlög til World Food Program eru ekki skylduframlög, þau eru sjálfboðin frá ríkjum Sameinuðu þjóðanna mestmegnis, líka frá einstaklingum og fyrirtækjum, en þessir $8 milljarðar, þeir hafa vaxið núna og fjárveitingarnar hafa fjórfaldast á áratug. Nú, rétt bara til að minna okkur á það sem kom fram hjá Bryndísi það að við teljum að það séu svona 700 milljónir manna hungraðir í heiminum, 900 milljónir svangar, en allt upp í 2 milljarðar stríða við einhvers konar form vannæringar. Offitu sem form vannæringar
eða skortur á næringarefnum og öðru slíku. Þannig að það 1/4 mannkyns. En þeir sem að World Food Program sinna einkum eru þá þeir sem eiga erfiðast og mest undir högg að sækja í þessum stóra hópi. Og í upphafi þess árs vorum við að tala 130 milljónir manna sem voru sísvangar og á mörkunum. Með COVID-faraldrinum hefur sú tala hækkað tvöfaldast. Við erum að tala 270 milljónir manna á þessu ári. Það hefur allt meira og minna lagst á hliðina. Og það sem gerðist var það að World Food Program hækkaði sína mat á sinni fjárþörf úr $8 milljörðum í $13 milljörðar bara vegna COVID, $5 milljörðar aukalega. Og sú upphæð ekki í húsi, hún ekki komin, það búið að fjármagna það bil 1 milljarð af þessum 5 aukalega og við vitum ekki hvar árið endar. Aðeins til að setja hlutin í samhengi, þá ætla ég að víkja að ræðu sem að David Beasley, framkvæmdastjóri World Food Program flutti í öryggisráðinu núna í september. Hann myndi á það að efnahagslegur hvati ríkulandana, það að segja til að koma hjólum atvinnulífsins í gang, eða halda það gangandi eins og það kallað, eru $17.000 milljarðar í ár. 17 trilljónir eins og þau segja í Ameríku. Þörf World Food Program 0,03% af þessari upphæð sem fer í að knýja hjól atvinnulífsins í ríkulandunum. Hann myndi líka á það að 2000 ríkustu einstaklingar í heiminum eiga, hann sagði 8 trilljónir, 8.000 milljarðar, það reyndar rétt að búið uppfæra þá tölu, þeir hafa grætt svo mikið í kreppunni, 2000 ríkustu einstaklingar eiga 10.000 milljarðar. 10 trilljónir dollara. Ef að þeir gæfu 1.000 af eigum sínum, 1.000, myndi það nægja fyrir World Food Program til að fæða mörg 100 milljónir manna langt fram á næsta ár. Þetta eru efnahagsstærðirnar sem við erum að horfa á í heiminum í dag. Mér langar aðeins að segja ykkur frá hvernig World Food Program starfar og síðan fara yfir í hvernig Ísland tengist stofnuninni. Slagorð World Food Program björgum lífum, breytum lífum. Og hugmyndafræðin hefur þróast ansi mikið á síðustu árum. World Food Program var svona eins og sjúkrabíll sem keyrir í hlað þar sem hungursneyð, hendur út kortsekkjum og fólk að moka mat upp í sárasöng börn. Stofnunin starfar miklu meira með langtíma sjónarmið í huga. Við erum að tengja saman núna hugmyndafræðina neyðar- og mannúðaraðstoð, þróunarsamvinnu og frið og öryggi í samfélögum. Vandinn við starfsemi World Food Program sá að stór hluta þeirra sem eru sísvangir eða mjög vannærðir búa á ófriðarsvæðum. Þá að tala Afganistan, Jemen, stjórnríkið Kongó, Suður Súdan, Norður Nígeríu. Þar meginþungin í starfi World Food Program. Svo erum við að tala flóttamannalöndin, þar sem eru flóttamannabúðir eins og Sýrland, Tyrkland, Pakistan og Úganda, þar sem fólk milljónum saman og þarf að matvæla aðstoð að halda. Og við erum þar að tala að meginþungi sé í 20-30 ríkjum heimsins í dag. Og eins og þið munið, þá sagði ég ykkur frá því að talan fyrir þá sem eru í mjög brýnni þörf hefur vaxið úr 130 milljónum í 270 á þessu ári. Og Gates-stofnunins, þeirra Bill og Melinda Gates, gefur alltaf út árlega skýrslu. Hún kom núna út í september. Hvernig gengur að vinna að sjálfbæru þróunarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og þau segja einfaldlega það sem gerst hefur núna á 25 vikum í COVID hefur fært okkur tilbaka 25 ár í þeim ávinningi sem búið var að ná til þessa. Nú, friður og matvæli. Sænska friðarrannsóknarstofnunin SIPRI hefur rannsakað og gert úttekt á World Food Program og þeir segja í sínum frumniðurstöðum að World Food Program stuðlar friði með því að auka félagslega samheldni í samfélögum. Hún byggir upp traust á milli borgara og ríkisvalds og stuðlar að einingu innan samfélaga. Þannig að matvæla aðstoð hefur raunverulega, ekki bara mat og næringu, heldur líka að byggja upp samfélag. Og það því beinn ávinningur af því fjárhagslega að setja þessa miklu peninga til fólks sem í neyð. Dæmi, það kostar að styðja flóttamann innanlands í Sýrlandi
50 cent til 1 evru á dag. Ef að sami flóttamaður fer til Berlínar og sest þar að og leitar hælis, þá kostar 50 til 100 evrur á dag að veita honum aðstoð með öllu því kerfi sem þarf að búa til. Það er líka vanmetið hvað fólk sem býr í fátækum samfélögum á flótta og hefur ekki til saka unnið, hvað það í raun og veru dýrt fyrir það að búa þar. Hugsaðu ykkur, það dýrt að búa í fátækustu löndunum. Einföld máltíð í Suður-Súdan kostar 1,5 dagvinnulaun. 1,5 dagvinnulaun. Ef við tökum þessa máltíð og færum hana yfir til New York með með þeim gjaldmiðli sem þar með sama kaupmætti og öðru slíku, þá það jafngildi þess að maturinn einföld máltíð í New York kostaði $400. Hugsaðu ykkur, fyrir þann sem á stríðsræðu svæði að þurfa að borga $400 jafngildi þess fyrir eina einfalda máltíð. Sama erum við að sjá í skólamáltíðum. World Food Program með mjög merkilega og mikilvæga áætlun í sambandi við skólamáltíðir. Við sjáum það að í fátækulöndum kostar hver skólamáltíð 25 cent, það að segja bandaríkjadollara, 1/4 bandaríkjadollara. Skólamáltíðir í Evrópu kosta 15 til 20 meira á hvert barn. En fyrir hvern dollar sem við setjum í skólamáltíðir í fátækulöndum ávöxtunin, segir Alþjóðabankinn og Harvard í nýrri stúdíu, ávöxtunin $20. Þetta skilja sér í betri heilsu, betri menntun og meiri hagvexti í framtíðinni ef við gefum skólamáltíðir. $1 inn, $20 í ávinning. Og þetta hugmyndafræðin sem unnið eftir núna, hún hefur að breytast í tímans rás og líka að aðferðirnar hafa breyst. Og ég ætla að segja ykkur frá því sem að margir átta sig ekki á, að World Food Program, matvælaáætlunin, hún ekki bara í því að gefa mat og satt að segja þeir stór hluti af þeirra framlögum í því að gefa fólk peninga. Peninga á vettvangi til að kaupa mat. Það eru smágjafir, það að segja smá skammtar af reiðufé, það geta verið innkaupamiðar eða rafrænar greiðslur inn á kort. Það til þess að fólk geti keypt í sinni heimabyggð, viðskipti með mat, framleiðslu með mat, þannig að myndast markaðir í kringum þau svæði þar sem neyðin Og núna eru fjárframlög til fátækra í þessu skyni $2 milljarðar á ári, 1/4 af heildarfjárveitingum World Food Program. Og þetta eru 2 milljarðar sem skila sér beint á fátækustu svæði heims til að búa til matvælaframleiðslu og efla markaðinn nálægt þeim stöðum þar sem neyðin mest. Menn hafa spurt, þetta rétta aðferðin? Gefa peninga þar sem hungur? Já, þetta virkar langt best. Þá að lokum það sem ég langar til að segja ykkur það að Ísland styður World Food Program. Við erum með bein framlög á hverju ári sem nema 50 milljónir króna inn í stofnunina. Það eru óeyrnamerkt og óskuldbundin framlög. Þeir ákveða sjálfur í hvað þetta fer. Því miður eru fæstir sem gefa peninga óskuldbundið eða óeyrnamerkt. Flest ríki vilja segja þá fari þetta og eykur þar með mjög umsýslukostnaðinn. Norrænu ríkin hafa barist mjög fyrir því að fólk óeyrnamerki. En við gerum það reyndar vegna þess að við erum með 50 milljónir á ári óeyrnamerkt, en heildarframlög Íslands til World Food Program eru nálægt $2 milljónum á ári, það eru á núverandi gengi 280 milljónir, 258 milljónir. Og það vegna þess að við erum með neyðar- og mannúðarsjóði sem við setjum í tilfallandi kreppur á það sem kemur upp. Svo það heyrir stundum allt í einu gýs upp neyðarástand hér og þá erum við með viðlagarsjóði sem við leggjum í með öðrum. Og síðan erum við í okkar samstarfslöndum í Afríku með samstarf við World Food Program, til dæmis í Malaví og Úganda. Og þegar ég var í umdæmisstjóri þróunarsamvinnustofnunar í Malaví, þá höfðum við samstarf við þá og lögðum peninga í það að efla heimaræktaðar skólamáltíðir. Þannig að Ísland með svona $2 milljónir á ári, fyrir utan það að við leggjum stundum til sérfræðinga í starfslið World Food Program og borgum þar með hluta af vinnuaflinu. Þó í litlu sé þá munar það líka. Þetta svona það helsta sem ég hef að segja matvælaáætlunina í dag. Tilbúin að svara spurningum. Ef einhver spyr, get ég stutt World Food Program? Já, það mögulegt. Farin á heimasíðuna, íta á hnappinn og greiða.
og eða hlaðanur appi sem heitir Share the Meal og næstir þið fyrir út að borða og kaupi borgar og bjór, þá getið þið ítt á takka og sendt smá peninga til að kaupa mat í fátækum löndum líka. Þannig að það geta allir verið með. Þakka ykkur kærlega fyrir og takk fyrir áheyrnina. Takk ykkur báðum kærlega fyrir mjög áhugaverða fyrirlestra, Bryndís Eva og Stefán Jón. Og